Jæja, 2-1 dramatískur sigur á móti Stjörnunni í loka leik fyrir Kvíslingu, bara fyrstu viðbrögð eftir leik. Bara, ég held ég sé bara í smá spennufalli, sko. Það var mjög mikill tilfinning á Rósabanna og þú veist, að fá markarna alveg í blá lokin gerir þetta ennþá sætara einhvern veginn, já, bara ótrúlega sátt. Hvernig var svona tilfinningin inn á vellinum? Fannst þér þetta alltaf líklegt að þið myndu setja upp mark eða varstu orðin stressi? Þetta alveg stressandi þegar markið ekki koma, en mér fannst þau hafa yfirhöndina og mér fannst allar liðin að hafa trú og við vorum ekki að gefast upp, þannig að já, ég hafði alveg trúið að markið kæmi inn. Eftir svona erfiða byrjun á tímabilinu hjá ykkur þá fóruð þið heldur betur að sækja stigin sem kannski voru ekki að koma þrátt fyrir ágætis frammistöður. Var þetta markmið alltaf að ná þessum efri hluta og höfðu þið trú á þessu alveg bara frá byrjun? Já, að sjálfsögðu, þú veist, þetta var strempið í byrjun en þú veist, það sem að hjálpaði okkur að komast lengra var bara að við hættum ekki að hafa trú á verkefninu og það var auðvitað alltaf að vera í efri hlutanum og það var það ennþá fyrir þennan leik og við ætlum bara að gera það. Nú hefst svona, já, nýtt mót, má alveg segja, hvernig farið inn í það mót, þið með eitthvað markmið fyrir þessa síðustu 5 leiki? Bara, já, fara bara í alla leikina þetta til þess að vinna og gera kannski betur á móti þessum liðum sem að við náðum kannski ekki góðum úrslitum á móti. En já, annars bara, þú veist, ótrúlega glaðar að vera komnar í þennan hluta. Þetta skemmtilegir leikir og lengra mót þá. Byrja á Val held ég alveg örugglega, þið eru bara spenntar fyrir því? Já, bara mjög spenntar. Þetta skemmtilega að keppa þessa krefjandi leiki og fá svona alvöru hörku leiki, þannig að já, við erum bara mjög spenntar fyrir því.